eru rúmlega 100 dagar liðnir af ríkisstjórnarsamstarfinu og hlutverk fjölmiðlafólks að fjalla það hvernig stjórninni gengur. Stundum kalla maður til liðsmenn ríkisstjórnar og spyr meirihlutann hvernig minnihlutanum gangi. Það eru svolítið sérstakir tímar hérna uppi. Við erum með 2 flokka í minnihluta sem eru vanir að stjórna. Þeir kallast valdaflokkarnir og það er ástæði fyrir því. Þeir hafa lengstum, það er nánast alltaf þannig að annar þeirra er í ríkisstjórn. Þetta eru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. En við erum með sérstaka stjórnarskipan sem stendur og ég rak augun í það fyrir nokkrum dögum að einn af þingmönnum meirihlutans, Sigurjón Þórðarson, Flokki fólksins, hann spurði hvort Sjálfstæðisflokkurinn væri að missa það og var þá átti þá við tjáningu sjálfana í minnihlutunum og þannig að ég bara kalla Sigurjón Þórðarson hingað að þessu rauða borði. Ég ætla að fá að vita nánar það hvað honum hvort að sé þannig að í hans huga sé Sjálfstæðisflokkurinn að missa það. Vertu velkominn, Sigurjón. Já, takk fyrir það. Það er kannski rétt að vekja athygli á því að þessi orð féllu í kjölfar þess að menn voru hér að ræða áætlunum að greiða fyrir orkuumbótum í landinu. Já. Og þá fannst þingmanni Sjálfstæðisflokksins það er nærtækast að vilja jafnvel að taka upp eða setja á stofn kjarnorkuver. Já. Og þetta er auðvitað svona bara eins og umræðan hefur verið liðna viku á þinginu. Það hefur bara verið málþóf í þinginu. Það hefur verið haldið upp í umræði, mjög ómálefnileg umræði mál, það sem allir eru sammála Já. Og ég segi bara eins og í gær þá verið að ræða Grindavík, það verið að framlengja úrræði, hvað var það fasteignagjöld og allir sammála því. En umræðan að hún tók marga klukkustundir í gær og það var farið vítt og breitt. Það var farið til Vestmannaeyja 73, snjóflóðin 95 á Vestfjörðum, síðan almannavarnir og út og suður vegna þess að verið að framlengja þessu úrræði fyrir Grindvíkinga. Og mér fannst það núna svolítið sérstakt í þessari umræðu að vera að tefja hana, svona virðingu við Grindvíkinga og bara fyrir þingið og lýðræði í landinu. Þetta er ekki hemja, menn séu að tefja mál sem að menn eru sammála og það er alveg ljóst að það bíða fjölmörg mál stjórnarinnar að fara í fyrstu umræðu í þinginu og í fyrstu umræðu þá nota tækifærið stjórnarandstaðan og stjórnarþingmenn að spyrja ráðherra nánar út í málið og þannig að það greiði fyrir umræðinu inn í nefndum. En það var allt annað í gangi og hefur verið allt annað í gangi í liðinni viku. Og það er bara einfallega málþóf og andlýðræðisleg vinnubrögð, vil ég segja. Eru þetta frekjuköst af svipuðum skala og við sáum til dæmis hjá ríkisstjórninni, vinstristjórninni eftir hrun? Það er alveg ljóst að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins að hún byrjar afar illa. Og það er eins og hún hafi ekki fulla stjórn á flokknum, viti ekki alveg hvert hún er að fara og ef við tökum bara vini mína í Pírötum þegar þeir voru hér að tefja mál og ástunduðu málþóf að það var nokkuð ljóst hvaða mál vildu út á borðinu en eins og staðan hefur í þinginu núna að það er að leyfa ekki málum að fara inn í nefndir og til umsagnar út í samfélaginu að það er ekkert ljóst. Er það veiðigjöldin? Mig grunar það að það fari mjög fyrir brjóstið en það virðist sem að SFS og þessi stóru aðilar í sjávarútvegi eigi bara einfaldlega þessa flokka og málflutningurinn endurspeglar það. Þannig að ég held að það sé svona vert að velta því fyrir sér. Mér finnst líka svona í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hann á sér svona ríka sögu hefð í samfélaginu að nýr formaður sé komin í þetta far, bara rétt nýbyrjuð. Og þá vil ég nú líka nefna þessi mál sem hún er að setja á oddinn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Hún er að hefja núna einhverja rannsókn á máli Ástu Lóu sem er pólitískur keppinautur hennar í kjördæminu og henni stýrir þá annar þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæminu og það Vilhjálmur Árnason. Já, Vilhjálmur Árnason og þetta er mjög plebbalegt
og ég sé bara ekki fyrir mér ef maður bara lítur tilbaka á fyrrum formenn Sjálfstæðisflokksins, bara Geir Hallgrímsson, hefði hann farið þessa leið gagnvart pólitískum andstæðum sínum að vera að grafast í einhverju máli, 35 ára persónlegu máli, eða bara Bjarni Ben, alls ekki, sem hann lét að formennsku nú fyrir árinu. Það meiri klassi yfir þessu fólki heldur en að fara þessa leið. Þannig að þetta tel ég vera eitthvað sem að bara flokkurinn komin á einhverja furðulega leið, einhverja svona pleppa leið. Þú myndist þarna á kjarnorku og við höfum líka heyrt svona alls konar eiginlega verði að segja sko furðu sjónarmiðum olíuvinnslu og drekasvæðin og svona, maður veit ekki alveg sko, mér finnst við aðeins vera að byrja að hendast hérna til og frá í sömu ólíkindum eins og við verðum vitni að í Bandaríkjunum undir stjórn Trump. Jú, en það kannski við höfum náttúrulega stjórnina stjórna meirihlutin og þessu máli sem hent núna fram og almenningur og stjórnmálamenn eru krafðir svara þessu olíuleit. Persónulega væri ég alveg til í að skoða það en þessu virðist vera bara hent fram og ekki vera mikið á bakvið og það séu örugglega önnur mál miklu ofar á dagskráni í íslensku samfélagi til verðmætasköpunar. Það alveg ljóst, þannig að ég veit ekki alveg hvaðan þetta mál komið. Nei, svo sko það sem að þú veist, tala um Vilhjálm Árnason, það það sem hann sagði hérna Isavia, minnihluta eign í Isavia, vill að það væri hægt að umbreyta þeirri eign, samanber hans eigin þingræðu. Hvað þarna undir? Það náttúrulega alveg ljóst og það eru ákveðnir aðilar sem að vilja koma höndum yfir eina hlið Íslendinga úr landi og einkavæða leifstöð og þetta búið að vera í umræðinu nokkuð lengi og ég nokkuð viss það og alveg handviss það að það ekki til góða fyrir hinn almenna Íslending og ekki ferðaþjónustunni í landinu að það ná einhver einkaaðili einokunar tökum á þessu eina hliði nánast út úr landinu. Jú, það eru nokkra flugvélar í viku sem fara frá Akureyri hluta árinu og svo ferjan frá Seyðisfirði en þetta eina hliðið og ætla að fara að selja það einhverjum einkaaðilum að mér líst bara ekki á það og við höfum bara dæmi fyrir okkur bara á Norðurlöndunum þar sem að einkavæðing til dæmis á Kastrup hún leiddi af sér að allur hagnaður fór úr landi, það voru ástralskir aðilar sem að keyptu það og skuldsettu það í botn og allur ágóði fór í að greiða niður lán sem að voru í skattaskjólum. Viljum við fara þá leið? Ég á ekki von á almennu kjósandi Sjálfstæðisflokk sem vilja fara þessa leið. En þetta greinilega þingmenn flokksins að þeir eru á þessu máli, þeir eru líka á því að tala hér algjörlega fyrir því að örfá fyrirtæki geti bara keypt upp auðlind sjávar, fiskimiðin og það snýst meðal annars ágætt frumvarp atvinnuvegaráðherra gagnsæi sjávarútvegi að setja einhverja skorður við því og ég alveg viss það að 90% landsmanna vilja hafa þetta í gagnsæi, það sé einhverja skorður hvað hver og einn getur haldið utanum að nýta auðlind þjóðarinnar og að það renni sanngjarn hluti til almennings, til uppbyggingar og innviðum og taka þátt í samneyslu landsins. En eins og varst svona að gefa í skinn á hann, sko, tilfinning þín, tilgott hann svo að frá og með þeirri stundu að ríkisstjórnin kom með frumvarp og kynnti í samráðsgátt sem gerir ráð fyrir svo kallæri leiðréttingu á veiðigjöldum. Fannst þér þá eins og allt hjá valdaflokkunum tveimur tæki breytingum og síðan hafi verið bara málþóf og tafir og djöfulgangur? Það hefur verið mjög villandi líka umræðu hlutina og það sem maður sér líka það að sveitastjórnir vítt og breytt landið hafa tekið þátt í að koma með ályktanir
og sýnir svona ákveðin tök bæði sem að þessi peningaöfl hafa á þessu flokku sem eiga fulltrúa inn í sveitarstjórnunum. Já, þetta ræddi ég einmitt við Kristrúnu, fyrir ekki að ég grip fram fyrir því, ég ræddi þetta einmitt í ítarlegu viðtali við Kristrúnu Frostadóttur sem var sýnt á sunnudaginn, forsætisráðherra, að sko það hefur verið stanslaus hávaði, endalausar fréttir og hávaði og læti hjá fólki sem að verðist sko bara telja að jörð muni eyðast með þessari breytingu, en svo kemur maskinukönnun sem sýnir sko 90% landsmanna vilja breyta þessu. Það sýnir hvað sko umværan hávær á meðal fárra og hvað rauninni ráða miklu. Sko ef að sveitarfélögin væru virkilega að gæta sínum hagsmunum, þá væri áherslan á að það væri tekið upp markaðsverði í skiptum við sjómenn. Það myndi hækka laun sjómanna, það myndi hækka hafnagjöldin og því að þau eru ákveðin hlutfall af verðmætinu sem að vera að landa og það myndi koma sveitarfélögum til góða. En við sjáum líka það sem að sveitarfélögin eru háð örfáum risum í sjávarútvegi, að þá jafnvel ekki einungis þá sætta sem við að gera upp hafnagjöldin á málamyndaverði og það venjulega 1,6% af verðmætinu sem að fer í hafnasjó, heldur jafnvel koma stærstu fyrirtæki landsins eru komin á þá leið að krefja sérstaks afsláttar. Þannig að græðkin þar gríðarlega mikil og sveitarfélögin eru bara virðast ekki verið í stöðu til þess að standa á móti þessu. En sveitarfélögin eru að mestu leyti skipuð sveitarstjórnar fólki frá Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Já, en það eru reyndar þá hafa tekið þátt í þessum álitunum einnig sveitarstjórnarmenn frá öðrum flokkum. Það alveg, þannig að þetta ekki alveg bundið við þessa tvo flokka. En þetta eru og það hvað menn eru tilbúnir í þessa leið að flytja mál svona á þess að vera búin að kynna sér frumvarpið. Það gengur einfaldlega bara út á það að leiðrétta fiskverðið. Það bara skilar þessu En er þetta ekki bara spurning um atvinnu þrýsting og það að það gömul saga á ný að þeir sem að hafa ráðið mestu hér á Íslandi í gömlu valdaflokkunum, það stór ákvörðun fyrir þig að búa út á landi á einhverju litlum stað og ætla að setja þig gegn þessum gæjum, hvort sem það við erum að tala um útgerðina eða þessa flokka sem eins og þú segir, það eins og þeir eigið á útgerðamennir. Já, það reyndar, ég held að í þessu eins og öðru þá líka einhver svona sjálfsritskoðun og það líka annað sem að spilar inn í að við sem erum á þinginu, við erum líka að hugsa um að tryggja ákveðna festu í þjónustu við þessar byggðir. Fólki finnst eins og það sé alltaf að renna frá sér og þá líka að renna undan stóra fyrirtækinu þó svo allir viti það og sveitarstjórnarmenn líka sem senda þessa tillögur inn að það má gera þarna betur og skipta þessum auði með sanngjarnari hætti. Þeir vita það nákvæmlega allir. Það ekki þannig. Þetta ekki fálkar sko. Þetta eru fólk sem að veit sínu viti og veit hvað í gangi. En ég verð nú aðeins að reyna að djöflast á þér og ykkur líka sem eru við völd. Hvað mér finnst þið að svona tilfinning margra í almenning meðal almennings, tilfinning margra að þessi háværi minnihluti hann hafi ótrúlega mikil tök á ykkar störfum. Þau verða brjáluð út af því að þeim finnst eitthvað vanta í fjármálaáætlun, það bara slökkt ljósin og í stað þess að þeir haldi bara áfram að vinna, þá bara lamast alþingi gervalt. Hvað þetta? Kunnið þið ekkert að vera í þessari stöðu? Kunnið þið ekki að stjórna? Að vera boss? Það auðvitað ábyrgðar hluti hafa völd. Og þeir sem eru svona lýðræðislega þenkjandi og nú hef ég verið að skora á stjórnarandstöðuna að virða bara lýðræði
og við sem erum í meirihluta, við verðum auðvitað líka að tryggja það að minni hlutin hafi eitthvað hlutin að segja. Ef að þeir kunni ekki að fara með hlutina eða fara með sín völd, til dæmis að halda hér ræðustólnum í uppteknum við blaður út í lofti svo dögum skiptir, að þá verðum við auðvitað að sýna hvað í okkur býr. En það nú kannski líka hluta því að koma eins og í þennan þátt að vekja athygli fólks á því hvað í gangi í þinginu. Ég held að það sé ekkert margir sem átti sig á því hvað að fara þarna fram þegar að menn að halda þarna tölur 3 línur þar sem allir eru sammála til þessi snýra Grindvíkingum að svo tímunum skiptir og tefja mál. Ég held að það sé okkar núna vopn eða aðferð, það að vekja almennt til umhugsunar það, lýðræði verði að hafa sinn gang og við gerum það ekkert endilega bara með því að hvessa tónin, heldur ekki síður að vekja almenning og benda honum á að þarna minnihlutin að fara og misnota völd sín. Og auðvitað viljum við, og það skiptir máli að minnihlutin sé virkur, hann rýni mál, hann finni misbresti í þeim málum sem kom inn, þannig að þeim breytt, þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þegar að menn fara svona fram undir forystu núverandi formanns Sjálfstæðisflokksins, bæði í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd með einhver dellumál, síðan að haga sér eins og skólakrakkar inn í þingsalnum, að það auðvitað eitthvað sem að almenningur verður að sjá að á hvaða leiði stjórnarandstaðan auðvitað líka rétt að gefa því ákveðin rými en það auðvitað ákveðnar greinar, hvort það 71. grein í þingsköpum sem að færi meirihlutanum ákveðin tök en fyrst og fremst þá held ég að okkar vopn felist í því að vekja almenning til umhugsunar hvað í gangi og að ef að minnihlutin heldur þessu áfram að þá færa hann auðvitað almenning á móti sér og vonandi hefur það þau áhrif að menn fara að haga sér. Þið þurfið náttúrulega að sýna myndugleika, þið þurfið að sýna þjóðinni það að þið geti stjórna þótt mörgum finnist eins og að þinn flokkur sé á mörgum þess að vera stjórntækur. Það sagan sem að reynt að planta í eyrum sem flestra. Já, ég átta mig nú ekki alveg á því við hvað menn eiga þegar menn að tala stjórntæki, sko, hvað að vera stjórntækur. Ég held að flokkur fólksins sé að sinna sínu störfum innan þingsins og í ríkisstjórn af bara kostgæfni. Ég hef ekki orðið var við annað, tekur þátt í störfum þingsins, leggur gott til og ég held að ef menn að skoða hvað að vera stjórntækur og þá held ég að við fyllum þar í getum krossað við alla liðið þess. Hefurðu heyrt eða kynnt umræðu það að ef Þórdís Kolbrún myndi fara úr Sjálfstæðisflokki yfir í Viðreisn sem að sumir telja hún eigi betur heima í, þá væri hægt að mynda nýja ríkisstjórn án ykkar með henni í Viðreisn og Framsóknarflokknum. Svona umræða til marks það að enn eru einhverjir sem hafa efasemdir ykkar stöðu? Ég skynja það ekki og alls ekki og þetta bara einhver tilbúningur og ég get ekki séð annað bara inn í þinginu og í ríkisstjórn að samstarfið sé að bara þéttast og ég get sagt það að allavega frá mínu bæjardynu séð þá skynja ég bara gott samstarf. Já. Og svona fréttir ég held að þetta bara eitthvað svona út á suður sko. Já, en ég ætla að spyrja þig enn og aftur sko, minnihlutin, eru kenjar minnihlutans, kann að vera að á einhverjum tímapunkti þurfi meirihlutin að svona stíga bara fastar fram í dagskrá?
Ég reikna alveg með því að ef að þessu framhaldi sem horfi að þá þurfi þjóðin að fara að horfa upp á hér þingfundi sem standa fram á morgun og hvað þetta annað vegna þess að það auðvitað ekki það ekki lýðræðislegt að mál ríkisstjórnarinnar komist ekki inn í nefndir og ekki í umsagnir. Nei. Og Og það endurtekið efni frá vinstristjórninni eftir hrun. Já, en ég held að þetta maður hefði haldið að í þess núna að það væri bara minni stemning fyrir að láta svona. En ég þekki ekki alveg nákvæmlega hvernig það var. En þetta finnst mér byrja ansi bratt undir nýjum formanni Sjálfstæðisflokksins. Og maður hefur að jafnvel á tilfinningunni að hún sé ekki að leiða stjórnarandstöðuna, það sé miklu frekar Bergþór Ólason eða að það sé í rauninni og síðan fylgi Sjálfstæðisflokkurinn á eftir. Ég spurði hana Kristrúnu Frostadóttur líka það hvort hún vildi tjá sig tiltekna blaðamennsku Moggans og Ríkisútvarpsins því sumir hafa svona talið sig finna fyrir því að það sé meiri vilji hjá sumum fjölmiðlum hér til þess að flytja gagnrýnar fréttir af meirihlutanum á Alþingi heldur en stundum áður, þannig ekki að hafa fleiri orð það. En hún sagði sko að þegar maður væri ekki síst í hennar stöðu, forsætisráðherra, þá hefði maður svo mikil völd að það væri hættulegt að gagnrýna fjölmiðla eða semst óráðlegt. Þú hefur hins vegar svona það má kannski segja að þú hefur komið þér í smá klandur þarna daginn þegar þú varst svona á svipuðum tíma að tala einhverja breytingu á styrkjum hugsanlega frá ríkinu til fjölmiðla og mogginu var að djöflast í þér. Eða hvað? Varðandi Moggan ég svo sem ekkert mikið að segja Morgunblaðið en það kom mér óvart í þessari umræðu öllu hvað margir voru tilbúnir að hoppa á vagnin en að þess að ég hef nú haft allt það sem ég sagði í umræddu viðtali Útvarpi Sögu og það hefur nú meira á minna verið flutt áður á Alþingi í þingræðu og það var nú kannski það sem mér kom á óvart mér fannst svona lykt af því að við sem værum í flokki fólksins að við værum hefðum ekki verðskuldum ekki, varum ekki verðu að vera inn á þingi, við værum of mikið flokkur fólksins, varum of mikið, kæmum ekki úr réttum kreðsum. Akkurat. Og mér fannst þetta lykta svolítið af því, en ég hef svo sem ekki mikið Morgunblaðið að segja, ég les það ekki en ég var nú, þannig að ég þekki ekki nákvæmlega hvað þar skrifað sko. Nei, en ég hef nú skrifað það í mínum eigin bókum að mér hefur fundist að hefðarinnar vegna þá geri margir fjölmiðlamenn mannamun á því hvernig fjallað fólk og flokka eftir því hvaðan fólk kemur. Þannig að kannski þetta bara eitthvað sem var óhjákvæmilegt að yrði árekstur núna. En sko við erum núna með eitt nýtt mál fúsk Bjarna Benediktssonar. Það hvernig hann breytir skoðun í því hvort hann teljist vanhæfur í þessu hvalamáli í starfsstjórninni. Hefur eitthvað að það að segja? Nei, mér finnst svona Bjarni, hann náttúrulega bara farinn af sviðinu og við höfum að einbeita okkur af því sem núna og reyna að gera það betur. Þannig að ég held að það sé svona orðin svolítið sagnfræði og mér finnst bara mikilvægt núna að við ræðum bara þá hluti sem uppi núna meðal annars í stjórnskipun og eftirlitsnefnd á hvaða leið fólk þar og það dæmi allt. Og mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn misnota sér formennskuna þar og meðal annars
Af hverju Sjálfstæðisflokkur með formennsku í nefnd þegar þið eruð í meirihluta en ekki? Það ákveðin hefð fyrir því að stjórnarandstaðan hafi, og það ákveðin rök fyrir því líka, að stjórnarandstaðan hefur þá meiri haga því að sýna ráðuneytunum aðhald. Þetta á að vera lýðræðisauki. Já, en það sem á móti kemur það að þau mál sem eru meira og minna á borðinu, fyrir utan einhver persónuleg mál og hálfgerð bullmál, að þau eru frá síðasta stjórnarmeirihluta sem eru upp á borðinu núna meira og minna. Ég meina, við erum Sjálfstæðisflokkurinn að láta af langri valdasetu og það væri þá eðlilegast að skoða þá mál sem snúa að því, en nú eru komnir þá nýir vendir inn í ráðuneytin og við sitjum uppi núna með formann sem kannski fyrst og fremst situr uppi með að skoða fortíð Sjálfstæðisflokksins og við sem tókum við völdum 21. desember að það eru kannski fá mál farið að reyna á. En kannski þegar framlíða stundir að þá fer að koma meiri svona málefnalegi mál til umræðu sem að lítur að stjórnar ákvörðunum. Þannig að við skulum sjá til hvort að þetta hægist, en það verður hálf pínlegt núna að fylgjast með opnum fundi, til dæmis með forsætisráðherranum að ræða persónuleg mál og hvernig Ástu Lóu fyrir 35 árum. Og það sem að pólitíski keppinautar eru að reyna að drullum alla þarna og búa til eitthvað sem augljóslega ekki. Þér finnst þetta ekki geðfellt? Nei, mér finnst þetta ekki. Mér finnst bara að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins byrja afar illa á þessu. Já, að hún hefði getað átt að stoppað Vilhjálm þegar hann... Þetta auðvitað ekki Vilhjálmur endilega. Nei, þetta auðvitað forysta flokksins sem og hann hluta henni sem að setja þessi mál á oddinn. Já. Mér finnst áhugavert að heyra þessa frétt í morgun að nefndin myndi taka þetta mál fyrir og Kristrún verði þar bara í yfirheyrslu vegna meints brots á trúnaði. Ég held að mjög fáur hópi almenningi upplifi það sem stóran glæp eða nokkuð glæp. En mér finnst mjög áhugavert að við erum það verið að segja okkur það að undir lok mánaðarins þá verði einmitt þessi fundur opinn á sama tíma og ótal margir Íslendingar hafa lýst þeim vilja sínum eða bara kröfu á Facebook og samfélagsmiðlum að það sé komið nóg, það sé komið gott af þessu máli, vegna þess að margir hafa fundið svona fyrir mjög óþægilegri tilfinningu, talið að þetta hafi bara alltaf snúist nánast eitthvað engamál sem hafi ekki verið fréttatækt. Jú, þetta náttúrulega svolítið þannig að maður finnur það stundum bara hjá sjálfum sér að þegar maður gæjist svona í ákveðna fréttir af fólki að leið og maður klikkar á það þá fær maður svona kemur svona óþægileg tilfinning. Er ég svona? Ef ég áhuga þessu? Og ég held að þetta sé einmitt svona fólki finnst þetta ekkert mjög þægilegt. En þegar menn að tala trúnað og nú hef ég rekið árabil heilbrigðiseftirlit og ef einhver kvartað formlega bara undan hundi í næsta húsi eða einhverju rusli eða hvað sem það að þá fær viðkomandi það leið og hann gerir það skriflega þá sá sem kvartaður undan rétt á að fá þær upplýsingar. Þetta ekkert flókið, þetta liggur fyrir þannig í bara stjórnsýslinu og upplýsingalögum að fólk sem kemur á framfæri ábendingum, kvörtunum og það allt að það auðvitað vona á því að öll gögn málsins liggi fyrir þeim sem bent á og mér finnst bara þessi umræða eins og hún komið núna, hún bara að verða svona óþægileg. Sigurjón, ég ætla að biðja að svara í lokin á þessu spjalli okkar spurningunni sjálfur þegar þú spyrð, Sjálfstæðisflokkurinn að missa það? Já eða nei? Hann ekki á réttri leið, hann það ekki og maður bara setur sig svona í spor fólks út í þjóðfélaginu. Hvað hefur hann upp á að bjóða? Það bara að vera hagsmunagæslu fyrir ríkasta fólk landsins og vera í málþófi? Þannig að ég held að svona
fyrir fólk sem að skoða valkosti og einhverju breytingu í samfélaginu að þá ætti hann að vera þá hann ekki einhver kostur fyrir það fólk. Þú vilt þroska og þróa okkar ágæta land. Þú vilt kannski meina hann sé ekkert frekar stjórntækur heldur en sagt Nei, alls ekki. Þetta auðvitað ekki þannig. Þegar þú ert með svona ríka hagsmunagæsluflokku þar sem að hagsmunir almennings eru síðasta sæti og allt aðrir hagsmunir í fyrsta sæti að þá myndi ég nú telja það að vera ég virkilega ánægður í flokki fólksins og stoltur af því að vera þingmaður flokks fólksins og ánægður með formanninn og þetta bara jákvætt og ég segi bara sama eins og með fólkið sem í stjórnarliðinu auðvitað með einingamunur en það bara góður andi í þessu og bara virkilega gaman að mæta morgnana í vinnuna. Já, og þið ætlaði að láta hendur standa fram á ræðum. Já. Og gera það sem þarf að gera til þess að fá meiri vinnufrið það. Já, sjálfsög vill maður fá ábendingar, aðhald og allt það. En það sem í gangi núna eitthvað allt annað. Það bara í rauninni, það bara mjög ólýðræðisleg vinnubrögð og ég vona svo sannarlega að það muni einhverjir þar innan Valhallar grípa hann í tauman og sjá að þetta ekki flokknum með framtíð hans til framdráttar að láta svona. Já. Hagsmunatengt frekjukost. Takk að gæla fyrir innlitið hér. Takk fyrir. Við rauðaborðið, Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins. Við höldum áfram dagskráni, ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.